Þá komið að 7. lið að dagskrá. Atvinnumál rætt hvernig Akureyrarbær getur stutt við rekstur lítilla og meðalstóra fyrirtækja. Til máls tekur bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannesdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, við bæjarfulltrúi Heimir sátum fundi í síðustu viku þar sem við sátum í pallborði þar sem verið var að ræða rekstrar umhverfi lítilla og meðalstóra fyrirtækja og ég var bara að viðurkenna það að ég fattaði bara eiginlega pínu þegar ég fór undirbúið með að fund að maður kannski stundum að gleyma þessum litlu og meðalstóru fyrirtækjum. Við erum svo upptekin að því að horfa til þeirra stóru og það sló mig náttúrulega líka að heyra og margars ekki gert sig grein fyrir að þetta eru 90% fyrirtækja yfirleitt að þessari stærðar gráðu og þess að fannst mér bara upplagt að við tækjum þessa umræði hérna í dag og fleiri getur þá tekið þátt í henni heldur en kannski við bæjarfulltrúi Heimir. En ég ætla þá bara að flytja hérna smá ræðu og hún byrjar svona, gleymum við stundum litlu og meðalstóru fyrirtækjunum. Akureyri öflugur þjónustukjarni fyrir allt Norðurland. Í bænum starfa fjölmörg lítil og meðalstór fyrirtæki, meðal annars á sviði þjónustar og verslunar og brýnt að styðja við rekstrar umhverfi þeirra, enda fá þau ekki alltaf sanngjarnt vægi í umræðu atvinnumál. Og ég fór einmitt að horfa svona í kringum mig og hugsa hvaða fyrirtæki eru þetta sem við erum að tala þessi litlu og meðalstóru fyrirtæki. Og það er gríðarlega mörg sem eru hérna í þjónustu við svæðið í kringum okkur og sérstaklega við landbúnaðinn. Að mörg fyrirtæki sem tengjast því eða þá framleiðslu á matvæla og landbúnaðar vörum en eins þetta fjölmörg fyrirtæki sem eru að þjónusta ferðaþjónustuna. Og mörg hverja eru staðsett hérna í miðbænum. En ég setti það bara niður nokkur bara atriði sem mér finnst nauðsynlegt að Akureyrarbær kannski taki til eða hugsi til þegar við horfum til reksturs þessara fyrirtækja. Og fyrsta lagi það og nokkuð sjálfsagt atvinnulóður og húsnæði. Að við þurfum að tryggja hverju tíma fjölbreytt framboð atvinnulóða og gera ráð fyrir húsnæði fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki í allri uppbyggingu og það að segja þéttingarreitum í nýjum hverfum og atvinnusvæðum. Og ég held að við höfum svo sem stað okkur ágætlega í þessu og hefur verið í skipulagi á svona nýjustu hverfum að gera ráð fyrir þessu þó við höfum stundum þurft frá að hverfa að því að svo uppbygging hefur ekki komið til. En hinn margum talaði lóð 13 hérna fyrir ofan nýjan Hagaleikskóla. Þar höfum við líka oft rætt að þarna myndum við vilja sjá nýjan kauphang eða einhvers konar byggingu fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki. Og ég ætlaði bara líka að viðurkenna og ég fór bara smá rúnt bæinn að því ég stundum verið að stundum pirra mig á öllum þessum iðnaðarbílum sem verið að byggja hérna í bænum en svo þegar maður fer að líka að keyra hverfin þá sér maður að þarna eru mýmörg lítil fyrirtæki líka. Þannig að ég ætla alveg bara að endurskoða aðeins þetta viðhorf mitt til iðnaðarbíla. Annað sem við þurfum að hafa í huga stöðugleiki í efnahagsmálum og það að við tökum virkan þátt í sameiginlegri vegferð hins opinbera til að vinna gegn verðbólgu og háum vöxtum að þetta kemur einna helst niður á þessu litlu fyrirtækjum. Og nú umræðan að opinbera kerfið og sveitarfélögin eigi nú töluverðan þátt í verðbólguskotinu núna. Síðan það öryggi og flutningskerfi að það bara gríðarlega mikilvægt fyrir lítil fyrirtæki að við styrkjum flutningskerfi með blöndunlínu 3 til að draga úr flökti sem getur bitnað sérstaklega á minni fyrirtækjum sem eru bara síður varin fyrir þessari áhættu sem á þessari háu spennu. Síðan kemur það ferðamennsku aðdráttarafli bæjarins. Við sjáum náttúrulega gríðarlega uppbyggingu í miðbænum og við verðum náttúrulega bara sem sveitarfélag að taka þátt í þeirri uppbyggingu
sem og við erum að gera og við vorum síðast að setja auglýsingu uppgerð á Hafnarstræti sem það tengslu uppbyggingu þar. Eins þurfum ég vil sérstaklega sjá þessu uppbyggingu á Borgarbíóreitnum og það væri líka gaman að sjá stækkunina á Landsbankahúsinu og þá þurfum við líka að vera tilbúin að koma með í þessa vegferð og huga að hvernig við ætlum þá að skipuleggja miðbæinn okkar í kringum þetta. Þannig ég held að við þurfum mögulega bara að taka upp miðbæjarskipulagið okkar á næsta kjörtímabili ef af þessu verður. Og sömuleiðis náttúrulega áætlað að fara í Strandgötuna og eins held ég að við eigum að leggja bara gríðarlega áherslu að fá þessa tengingu frá Torfinefinu yfir í Hófsbót. Og ég vil ekki sjá meiri uppbyggingu á Hófsbótareitnum fyrir en að við erum þá komið með aðra og betri lausn á bílastæðamálum. Og þá komum við að aðgengi á bílastæði, við megum ekki fækka frekar bílastæðum í kringum atvinnustarfsemi og höfum svo sem tala fyrir að fara í heildarúttekt á bílastæðamálum í miðbænum með því markmið að bæta aðgengi og styðja við verslun og þjónustu. Og ég held við séum bara komin að þeim tímamótum og þetta algjörlega nauðsynlegt. Ég hef talað fyrir í öllu kjörtímabilinu að skoða það að koma upp geymslurými fyrir fyrirtæki eða lóð og það var því miður ekki að veruleika. Á þessu fundi sem við vorum á síðustu viku þá talaði einmitt einn atvinnurekandi lítils fyrirtæki sem hafði flutt sér yfir í Hörgársveit að við varum með alltaf stóra lóður með miklu byggingamagni, þannig að það var ekki séns fyrir lítil fyrirtæki sem þyrftu lóð undir tæki sín og tól að koma sér upp þannig lóðum að því að byggingamagni væri svo gríðarlega mikið og ég er ekki að segja að bærinn eigi endilega standa að rekstri svona svæðis en ég veit að það eru einkaaðilar á öðrum stöðum að sinna þannig þjónustu og ég held að og ég hef líka heyrt í minni verktökum sem hafa stutt þessa tillögu og sagst verið vandræði með sín tæki og tól og þykir mjög leiðilegt þegar að við erum að agnúast út í það eðlilega en þau hafa ekki fundið aðra lausn með að við sína starfa fyrirtæki. Eins þurfum við náttúrulega bara verið duglega að sinna innviðum og hagsmunagæslu og ég held við gerum það en ég held við þurfum að gera miklu verða öflugri í því og láta heyra meira í okkur að stunda virka hagsmunagæslu innviða uppbyggingu á Akureyri og í nágrenni til að styrkja fjölbreytt atvinnulíf og samkeppnishæfni fyrirtækja. Og þarna komu samgöngur sterkt inn. Svo eru fasteignaskattarnir okkar. Nú vitum við það að skatttekjur hér í sveitarfélaginu hafa verið aukast 8-12% á ári síðustu ár og hvaðan eru þessi peningar að koma? Launum fólks, hver er að greiða þessu laun? Það er meðal annars lítil og meðalstór fyrirtæki. Þannig að það er spurning hvort að við skuldum þeim kannski að koma til móts við þau og hafa verið mun duglegri að lækka á móti fasteigna mat. Auðvitað eru þau mörg í leiguhúsnæði en við vitum að leigusalinn veltir hækkandi fasteignamati út í leiguverðið. Þannig að mér veist ekkert nema sanngjarnt að við horfum til þess að við höfum fengið gríðarlega mikla tekjur í gegnum áskoranir þessa fyrirtækja. Síðan er að húsnæðismál. Við þurfum náttúrulega bara að standa okkur í stykkinu þegar kemur húsnæðis uppbyggingu að því að það þarf náttúrulega bara að vera nægt framboð íbúðarhúsnæðis fyrir starfsfólk og ég held að við sem bara komum á þann stað að við verðum að vera jákvæð fyrir uppbyggingu og viðunandi húsnæði fyrir starfsfólk, þar með talið lausnir til skemmri tíma að til dæmis við tökum bara uppbyggingu í North þar sem að við vitum að dálítið tímabundin uppbygging núna að þá erum við að fá í bæinn starfsfólk sem er hérna til skamms tíma og við verðum líka að geta tryggt þessu fólki viðunandi íbúa aðstæður. Svo fekk ég ábendingu í dag, skemmtilegt að aðileginn út í bæ sá að við vorum að fara að ræða þetta og hann nefndi heimasíðu Akureyrarbæjar sérstaklega
að ef að ég væri til dæmis að koma með atvinnustarfsemi hérna í bæinn og vissi ekkert við hvernig ég ætti að tala, að þá væri ekkert á heimasíðu Akureyrarbæjar sem gef einhver upplýsingar tengil við einhvern atvinnufulltrúa eða eitthvað svoleiðis og ég held að væri alveg vert að skoða þetta, við værum þess vegna bara með eins og kannski bara síðu fyrir nýja íbúa, bara líka fyrir nýja atvinnustarfsemi og ég held að þau líka bara huga að því að við erum hérna með teymi, við erum með þjónustu, markas og menningar og atvinnusvið sem ég veit ekki til þess að einhver einn aðili þar hafi atvinnumál algjörlega á sinni könnu og ég held að við þurfum bara að skoða það. En annars lakkaði bara til að eiga umræður þessi mál. Takk fyrir. Það er bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannsdóttir lokið máli sínu, orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Heimir Örn Árnason. Forseti, aðri bæjarfulltrúar. Það er rétt hjá bæjarfulltrúa Sunnu. Við mættum hérna á Múlaberg og tókum þátt í þessu fínasta þingi frá atvinnufélagi sem að Simmi Jókallaður sá og þetta var nú bara fínasta skemmtun og góðar umræður. Það mættu þarna 20 til 25 manns, allt svona þekkt fólk úr atvinnulífinu sem að mættu í bara fínar umræður og það var nú bara almenn jákvæðni flest allt. Það var náttúrulega mikið talað að hafa innviðina góða, það segja góða skóla, góða leikskóla, hafa eitthvað að gera eins og hafa Hlíðarfjall í lagi og flotta sundlaugar og svo leiðis. En síðan vorum við að tala álögur og einfaldara regluverk og fleira. Það kom upp svona allskyns umræður en það var bara almenn jákvæði í hópnum. En ég veit það líka mikil umræður núna, svona, það er náttúrulega að koma kosningabarátta eins og allir vita og það er mikið talað atvinnumálin og atvinnustefnu og fleira. Ég er búin að vera að kynna mér þetta undanferðið og búin að lesa kaflan í aðalskipulaginu 2018-2030 og nokkuð oft yfir og finnst hann bara afa góður, þessi kafli atvinnustefnu á svæðinu. Þannig að við í meirihlutanum ákveðum undir þessa góða umræðu að taka eina létta bókun og ég ætla að lesa hana hér upp. En meirihluti bæjarstjórnar bendir á að skýr stefna atvinnulíf liggur fyrir aðalskipulagi Akureyrar 2018-2030. Það er mörkuð heildstæð framtíðarsýn fjölbreytt og þekkingadrifið atvinnulíf, eflingu hafnatengdra starfsemi og markvissa uppbyggingu atvinnusvæða með tryggu lóðaframboði. Í skipulagi er Akureyri skilgreint sem þjónustu og þekkingarmiðstöð Norðurlands með áherslu á samstarfi Háskólann Akureyri og eflingu hafnasvæðisins í tengslu við Akureyrarhöfn. Þá er lögð rík áherslu á sjálfbærni, orkuskipti og skilvirka landnotkun sem styður bæði atvinnuuppbyggingu og búsætu gæði. En aðalskipulagi er skýr rammi áframhaldandi uppbyggingu atvinnulífs á Akureyri og grundvöllur markvissra ákvarðana til framtíðar. Við fögnum málefnalegri umræðu framtíð atvinnulífs á Akureyri en meirihluti bæjarstjórnar fagnar þeirri miklu uppbyggingu sem átt sér stað í atvinnulífi bæjarins á kjörtímabilinu og þeim jákvæðu áhrifum sem hún hefur haft á fjölbreytni starfa, verðmætasköpun og stöðu Akureyrar sem öfluga svæðismiðstöð. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Heimir Örn Árnason lokið máli sínu, orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Jón Hjaltason. Forseti, það eru bæjarfulltrúar. Það er tvennt sem ég langar til að drepa hér á, annars vegar í sambandi við fasteignaskattinn og hins vegar hagsmunagæsluna. Við höfum samkvæmt einhverjum lagabókstafa þá má fasteignaskattur á atvinnuhúsnæði vera 1,30 og eitthvað pínulítið %. Við höfum gírað þetta upp í 1,6 eða rúmlega það. Með einhverju tilvísun í undantekningar tilvik í einhverjum lögum. Ég kann ekki þennan reikning. Ég hef alltaf, þegar ég hugsa þennan fasteignaskatt, ég er algjörlega sammála því að hann er svo ósanngjarn, hann er svo óraunsær, ógagnsær að atvinnuhúsnæði og þetta er reiknað út frá því hvað þetta er leigt.
Þetta er einhvern veginn fundið út frá leigu gildi frá ári til árs. Öndvert við það sem með okkar íbúðir að þar er þetta reikna út frá hækkandi, já það er alltaf hækkandi, söluverði. Maður býður alltaf eftir því að fara að hrynja en það gerist aldrei, sorry. En þannig að svo horfum við á allt í lagi. Lítil og smá fyrirtæki eru líklega stofnið til að langflestu leyti til Akureysk. En við skulum hyggja að því að Akureyri er fyrir nokkru orðin útibúabær. Við erum útibú af stórum hluta frá suðvesturhorninu. Þannig að ef ég ætla að leggja til, við skulum lækka þennan fasteignaskatta, þá erum við í raun að gefa þessum stóru fyrirtækjum á suðvesturhorninu eftir gjald. Og ég hef alltaf, ég skal alveg viðkenna það, ég hef velt fyrir mér svona einhverju leikfimi í reikningi að gíra bara fasteignaskattin upp eins og mögulegt er á, ekki bara fyrirtæki, þetta er einstaklega líka og lækka útsvarið á móti. Því að hvað varðar einstaklingana, þá erum við þar líka að lendi þessum ógöngum að 15-20% íbúða hér eru að verða án lög heimilis íbúa. Þannig því verðum við fyrir að síðan að mæta ef svo öfugþróun, þetta er ekki þróun, þetta er öfugþróun, ef hún heldur áfram, þá verðum við að mæta henni með þessum hætti. Gíra fasteignagjöldin upp og niður með útsvarið. Hið annað sem ég vildi minnast á er hagsmunagæslan. Þetta var afskaplega góðu punktur að útibúa bærinn Akureyri. Hann þrengir að öllum þeim sem vilja vera með víðari markað en Eyjafjörð og nágrenni. Vegna þess einfaldlega að póstsamgöngur, póstburðargjöld eru orðin svo gríðarlega há að þau beinlínis drepa meðalstór, jafnvel stór fyrirtæki sem hér ætla að vera og ætla að sækja á markaðinn sem telur 2/3 af íbúa þessa lands. Þannig að hagsmunagæslan, hún þarf meðal annars að felast í því að benda okkar alþingismönnum á að þeirra höfumarkmið er ekkit endilega að jafna kosningaréttin. Höfumarkmið þeirra er að jafna íbúaréttin. Að við búum með svona þokkalega svipuð kjör og þeir og 2/3 landsmanna á hinum landspartinum. Maður sem hér vill vera, maður og kona líka, maður sem hér vill vera og stundar til dæmis útgáfu sem hlýtur að horfa til landsins alls, að hann er í þessari óþægilegu aðstöðu að 20% af hans rekstrarfé, það fer í samgöngur, það fer í bara að borga póst og jafnvel meira. Þannig að þetta er mjög gott atriði sem Sunna Hlín bæjarfulltrúi vek hér að, það er hagsmunagæslan. Að reyna einhvern veginn að jafna þessa aðstöðu sem verður ekki gert með öðrum hætti en að tala við Alþingi. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Jón Hjaltason, lokið máli sinni til að biðja varaforstöðum að taka við stjórnum og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Andrúna Friðjónsdóttir. Forseti ágæti bæjarfulltrúar, ég ætla bara rétt aðeins að koma hérna upp og þakka bæjarfulltrúi Sunnu Hlín Jónsdóttur fyrir að setja þetta mál á dagskrá. Það er alltaf gaman að ræða atvinnumál. Lítil og meðalstór fyrirtæki, því að hún segir hérna að gera sér ekki grein fyrir að þetta er uppistaðan að fyrirtækjunum hérna á Akureyri og þóst, og ég held að við höfum öll verið afskaplega á síðasta kjörtímabili heldur við fórum hérna í nokkrar heimsóknir bæjarfulltrúar á þeim tíma til fyrirtækjana og þú veist, og verðum þessu verulega vör að þetta er það sem ber þetta samfélag hérna uppi, það er lítil og meðalstór fyrirtæki. Ég held að sko heilt yfir er Akureyrarbær bara að standa sig ágætlega hvað varðar þjónustu við þessi fyrirtæki sem og önnur eða bara við bæjarbúa yfir höfuð.
Þessi grunnþjónusta þarf að vera í lagi eins og við erum komið hérna inn á, bæði skólarnir í lagi, samgöngur og svo framvegis og þú veist það þarf að moka götur og það þarf að þessi bara plain grunnþjónusta, hún þarf að vera í lagi. Svo komum við að skipulaginu og ég held að við höfum allavega hingað, eða svona núna erum við bara þokkalega stödd. Við þurfum að fara að huga að frekari atvinnulóðum og við gætum, þú veist, eitt af því sem maður allavega heyrir að þú veist, það er einmitt í þessum bílum sem að bæjarfulltrúi vék að sem er einhvern veginn svona, þetta er bara hobbybíl og erum við bara að taka alla lóðurnar undir það og þetta, þú veist, þetta er einhvern veginn svona pínutala niður, þú veist, til einhverja ríkara kalla sem er að safna snjósliðum eða ég veit ekki hvað það er, eða kvenna skulum við segja, en raunin er svo að þetta eru lítil og meðalstór fyrirtæki sem setja sér þarna niður og oft lendaði pínu í vandræðum þegar þau eru mörg saman og það koma alls konar árekstrar og það er verið að kalla eftir minni lóðum. Þannig að það getur verið meira sér og verið meira svona sér fyrirtæki. Þetta er eitthvað sem við ættum að skoða í framhaldinu og við varum bara síðast að ræða þetta í dag við skipulagsfulltrúa, við varum svona að fara í sviðið. Ég held að líka við getum gert annað í skipulaginu sem að við höfum kannski ekki verið nógu dugleg við en erum alveg samt búin að vera að ræða og erum held ég svona, þú veist, tilbúin að skoða. Það er svona meiri sveigjanleiki í skipulagi. Ég held að eftir því sem að, þú veist, bæði íbúar og þeir sem eru að byggja hús og atvinnuhúsnæði, eftir því sem við þurfum að minna að fara alltaf að breyta deiliskipulagi fyrir alla pínlitlar justeringar, því minna sem þarf að gera því hraðar gengur skipulagið. En þá ætla ég að því sögðu, ætla ég að segja að við erum að standa okkur gríðarlega vel í að keyra í raun svolítið finnst mér hratt í gegn. Það er að segja beiðni alls konar breytingar. Ég veit að fólki finnst þetta ekki vera hratt, en þú veist, þegar maður fer á kafun í þessi mál, þá er verið að vinna hérna bara tiltölulega hratt, bæði nefndin, en ekki síður starfsfólki hérna að leiðbeina og leiðsegja fólki hvernig það er að skila inn gögnum og svo framvegis. Þannig að auðvitað er hægt að gera betur og ég held að þarna gætu við kannski mögulega eitthvað gert. Hvað varðar gjöldin og fasteignaskattin, þá getum við auðvitað ekkert lækkað sérstaklega á lítil og meðalstór fyrirtæki umfram einhverja aðra, þá verðum við bara að gera það heilt yfir. Það er þessi prósenta og ég tek undir orð bæjarfulltrúa Jóns sem var hérna, þú veist, maður stundum alveg bara svo, þetta er þessi, innan gæsar bara helvíts fasteignaskattur, hann er bara flókin, já, ok, ég tek það tilbaka, ég sé að bæjarstjóri horfir á mig. Nei, þú veist, fasteignaskatturinn er bara, þetta er bara ekki nógu svona gagnsær skattur, skulum við segja, og það er erfitt að bera saman milli sveitarfélaga og við förum í einhverjar kúnstir og við erum að reyna að halda, þú veist, að justera prósentuna eitthvað til þess að vera ekki að hækka þetta of þegar leiga hækkar eða eitthvað hús selst á yfirverði einhvers staðar. Þannig að þetta er svona jafnvægiskunst og ég held að þetta sé tiltölulega lítill, ég ætla ekki að gera lítið úr því, en þetta er tiltölulega lítill hluti af rekstri fyrirtækja, það er þessi fasteignaskattur. Þannig að ef við værum að lækka fasteignaskattin á atvinnuhúsnæði heilt yfir, þó við eigum auðvitað að reyna að hafa hann sanngjarnan, þá værum við auðvitað lækka hann á alla og þar með talið sveitarfélagið og ríkisstofnanir og svo framvegis, og okkar stæðstu og öflugustu atvinnurekendur sem að fengi þá líka verulegan afslátt og þá ætla ég heldur ekki að gera og við þurfum svo hins vegar tekjurnar af því að við erum að reka hérna pingulítið sveitarfélag með alveg svakalega mikla þjónustu og ég held að ég hef bæði rekið lítið fyrirtæki og svo er maðurinn minn kannski sem myndu kalla meðalstórt en er væntanlega lítið í stóra samhenginu og það eru alls konar áskoranir en heilt yfir held ég að allavega svona í þeirri kreðsu og ég einmitt nefndi þetta við hann spurði hvað gætu við gert betur fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki og hann sagði bara ég held að bæri sér að standa sér vel en auðvitað erum við alveg svakalega jákvæði við því sem við verðum að gera þannig að við getum alveg vissulega gert betur og ég held að við hefum alltaf verið í góðu samtali við og ég held að þessi fyrirtækjaþing sem við hefum verið að bjóða upp á núna hverju ári sé alveg mikilvæg fyrir bæjarfulltrúa næsta kjörtímabils til þess að svona bara heyra hljóðið og vita hvort þú getur eitthvað justerað en við erum í þessum línudansi við höfum staðið okkur held ég bara ágætlega.
Þakka bæjarfulltrúa Höllu Grímsdóttur fyrir ekki hann aftur stjórn á fundinum. Takk fyrir það. Orðið laust. Næst til máls bæjarfulltrúi Sindri Kristjánsson. Já, ágæti forseti bæjarstjórnar og aðri góði bæjarfulltrúar, við erum hérna núna að ræða það hvernig Akureyrarbær getur stutt við rekstur lítilla og meðalstóra fyrirtæki hérna í umræðinu og þakka bæjarfulltrúar Sunnu Hlín fyrir að hafa frumkvæði þessari umræðu. Þannig samt svolítið áhugavert að heyra umræðan meinta skógaferð ríkisstjórnarinnar í efnahagsmálum er að rata hérna inn í fundasal Ráðhússins og Akureyri. Umræða sem náttúrulega á fullkomnum villigötum en látum það liggja milli hluta. Auðvitað á það að vera verkefni bæjarstjórnar Akureyrar að styðja við vegferð stjórnvalda hverju sinni. Sama í hvaða flokki sá sem situr í stjórnarráðinu í Lækjagötunni situr. Skiljiði. Að ríkisstjórn hvers tíma gangi vel í sinni vegferð við að halda landsins forna fjanda verðbólgunni skefjum auðvitað stórt hagsmunamál fyrir Akureyri eins og hún leggur sig, bæði atvinnulífi sem aðra. Og við erum að leggja öll okkar lóð á vogarskál þeirra vegferða hverju sinni, sama í hvaða flokki við sitjum. En að ræða hérna stuðning bæjarins við atvinnulífið og sérstaklega rekstur lítilla og meðalstóra fyrirtækja. Það hafa verið þulin upp hérna ótalmargar leiðir og aðgerðir hérna undan og þær eru allar góða gjalda verðar og þú veist, eitt útilokkar ekki annað í þessum efnum og svo framvegis. En það skiptir náttúrulega gríðarlegu máli að bæjarstjórn tali hátt og skýrt fyrir hagsmuni bæjarins. Það hafi verið ákall það á þessu kjörtímabili. Ég held að það ákall sé ekki tilkomið ástæðulausu. Því hefur verið svarað ágætlega. Eins og bæjarfulltrúi Halla Björk kom inn á mál sínu hérna áðan, fyrirtækjaþing og það hefur ýmislegt viðbragð orðið við þessari umræðu. Ef að gera eitthvað nýtt, íslenskar stofnanir og fyrirtæki til dæmis gæta hagsmuna sinna erlendis, gagnvart stjórnvöldum og stofnunum þar með viðveru, til dæmis í Brussel. Eigum við að taka upp samskonar hagsmunagæslu með eins konar fastri viðveru í Reykjavík? Ef við ekki bara opna sendir á Akureyrar í Reykjavík? Ég legg þetta hérna í bóki allavega. En bæjarfulltrúi Sunna Hlín nefndi náttúrulega réttilega í sínu máli það sem hérna varðandi atvinnulífið og svona stækkandi stoð í atvinnulífinu Akureyri er náttúrulega ferðaþjónustan. Og það náttúrulega leikur hugtaki og hugmyndin áfangastaðurinn Akureyri í lykil hlutverk. Og þessu ári munu opna yfir 70 ný hótelherbyggi í bænum og á skömmum tíma hefur þeim fjölgað 200. Þannig ferðamannastaðurinn Akureyri fer hratt stækkandi og þar með talið þáttur ferðaþjónustunar í atvinnulífinu í bænum. Og auðvitað flest ef ekki öll þessi fyrirtæki falla í þennan títnefndan flokk, lítilla og meðalstóra fyrirtækja sem rætt hafa verið hérna undan mér. Hér er náttúrulega verk að vinna að mínu mati. Og það er mín skoðun svo og það er bara verkefni næstu vikna, mánuð og ára er að marka skýra og öfluga stefnu í því hvers slags ferðamannastaður Akureyri ætlar að verða. Við erum búin að náttúrulega, við erum komin eiginlega með allar þessar einingar. Þær þurfa náttúrulega að vaxa og dafna, flugið, afþreyingin, hótelgisting og svo framvegis. En það er í mínum huga hlutverkið að tengja þetta, hlutverk bæjarins, að tengja þetta saman í einhverju heilstæðri stefnu. Sú stefna náttúrulega að horfa til framtíðar og hugsa stórt. En á grundvelli slíkar stefnu þarf líka að taka á smáatriðunum og ég ætla bara rétt í lokin að taka eitt lítið dæmi frá því vetur hvernig maður upplifir að bærinn sé ekki nægilega styðjandi við þetta til dæmis atrið, við ferðaþjónustunum Akureyri, við áfangastæðin Akureyri. Hérna í nóvember, eða sem man ekki, held að vera í nóvember, þá gerir eina af þessum svona snembúnu hérna, við fáum svona hérna, snjógusu í bæinn og við öll og ég held að bæjarbúar getur bara allir vitna til það að þú veist þegar það snjóar í miðbænum Akureyri þá á það til að vera svolítið ófært og torsótt og sérstaklega verið gangandi vegfarendur. Og þetta var á tíma þar sem hérna EasyJet flugið frá Bretlandi var að byrja að mig minnir og þessi farþegar eru að koma og það var bara svolítið komist að fylgjast með þessum góðu gestum okkar reyna að athafna sig í göngugötunni. Þannig að svona lítil atriði eins og einhvers konar viðbragð við því á tilteknum tímum þegar við vitum að ferðamannastraumurinn eykst tímabundi eða við erum að fá hópa inn í bæinn, þá hefur náttúrulega að vera með viðbragð við því þegar til dæmis eins og veður, óvænt veður og svo framvegis koma upp.
Þannig þetta eitthvað sem við þurfum náttúrulega bara að huga að og ég sé fyrir mér að allir geti sammælst að geti verið ein af þessum stóðum í að styðja við atvinnulífið í bænum og þá sérstaklega ferðaþjónustunni í þessu tilfelli. Þakka fyrir góða umræðu. Það bæjarfulltrúi Sindri Kristjánsson loki máli sínu orðiðalaust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Jón Hjaltason. Forseti, góðir bæjarfulltrúar aðrir. Hugveikja bæjarfulltrúa Sindra vakti mig til umhugsunar einmitt þetta sama atriði. Hvað blasir við ferðamanninn þegar hann kemur? Og þá hef ég náttúrulega hlustað mikið á potta nöldur og svo sem allt í kringum nöldur í sambandi við það sem við erum að setja hér í göturnar. Bærinn hefur verið afskaplega ósnyrtilegur á löngum köflum, blasir þannig við ferðamanninn vegna þess að við erum að setja eitthvað það í göturnar sem yfir uppdrulluna allir bílar vera afskaplega óhreinir, allt umhverfið í bænum óhreint, óþrifalegt. Þetta það sem blasir við ferðamanninn og við ættum kannski að huga að líka. Ég bara þakka bæjarfulltrúa Sindra fyrir að vekja mig með þetta, þannig ég geti vakið máls á þessu hér og athygli því að þetta vissulega ógeðfelld mynd sem blasir við ferðamanninum og ekki síður okkur bæjarbúum. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Jón Hjaltason loki máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannsdóttir. Forseti, ágæti bæjarfulltrúi, ég þakka bara fyrir fína umræðu það sem ég hélt að væri bara rekstur lítillar og meðalstóra fyrirtækja. Og ætlaði bara að halda þið þar, en hér komin umræðum kostningar og ég veit ekki hvað og sem ég bara finnst stórfurðulegt að þegar ég hef rætt atvinnumál í 4 ár lagt fram tillögur hverju einasta ári, þannig að ég bara forbið mér svona umræðu. Og ég bara sé það bara og þykir miður líka kannski bara Gunnar Már bæjarfulltrúi ekki með mér því hann hefur skýra sýn hvernig hann myndi vilja sjá þetta og við erum á sömu blaðsíðu þar. En ég heyri bara að við 2 og meirihlutinn, við erum ekki á sömu blaðsíðu, við erum ekki eins og sömu bók þegar kemur að atvinnumálum. Þannig ég ætla það bara að svara þessari bókun sem ég ætlaði nú bara að vera umræður en svara það bara þessari bókun. Sunna Hlín Jóhannsdóttir, B-lista bókar. Það sorglegt að meirihlutanum finnist þessi kafli atvinnumál í aðalskipulagi vera nægilegt framlag til stefnumótunar atvinnumála á kjörtímabilinu og velti fyrir með hlutverki hvers það hefur verið að framfylgja því sem kemur fram í þeim kafla. Og nokkurum hefur verið tíðrætt fyrirtækjaþingið og ég veit það líka bara að mörgum á þessu þingi þótt þetta tímasón af því að svo var ekkert gert með þetta. Þannig að við verðum líka að bera virðingu fyrir tíma fólks að við séum að vinna áfram með hluti. Það komandi mætti þetta fólk og ég held að við erum að byrja einhverja stefnumótun og voru frábærar umræður eftir fyrirtækjaþingi hvernig við getum mögulega leitt einhverja sameiginlega framtíðarsýn atvinnumála og fyrirtækin getur komið með í þá vinnu en það greinilega bara ekki eitthvað sem á blaðsíðu meirihlutans hér. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannsdóttir loki máli sínu orðiðalaust. Sem fleiri hafa ekki hvað sér hljóðs, þá segi umræðum þennan lið lokið.